Skæri Skribó nýfarinn. Það var punk, Skæri punk. Og hérna eru komnir tveir. Fræblandir punk voru í gær. Já. Og nú eru komnir Biggie punk og Biggie punk. Já. Velkomnir. Þakka fyrir það. Já. Jæja, hvað að frétta úr punkinu? Það bara allt gott að frétta, sko. Já. Það uppsveifla núna. Já, bara punk. Já. Þetta bara ótrúlegt. Er þetta eitthvað sem þið hafið með að gera, þessi punk uppsveifla sem við sér í gangi? Sex Pistols núna fyrir það mánuði síðan, núna fræblandir. Hvað er að gerast? Já, þetta bara... Þið skuldi ekki peninga bara þessi gamlu punkarar. Heldur það sé málið. Já, það ekki bara. Hvað voru þið gamlir þegar fræblandir voru hétu, strákar? Ég hef verið... Þið voru hvað, 80 til 83? Já, ég hef 4-5 ára í Kópavoginum. Og þú, Biggi? Ég var ekki gamall, bara 4 til 7 ára, 4 til 7 ára. Ég man ekki eftir reyndar, en ég man eftir... Ég var nú orðinn 12, sko. Já, ég meina þú. Maður frétti svona af þessu eins og tappa tígrans, það var svona... Ég man eftir því þegar ég var 5 ára, sko. Man bannað frá hlem út af þessum punkurum. Ekki frá hlem. Já, það var málið. Já, það var ég alltaf, punkari. Ég hlustaði nú bara á Kiss, sko, það sem var í Kópavoginum í gamla dagar, sko. Já. Þegar maður var svona 6 ára. Ertu gamall Kópavogsbúi, já? Já, ég er gamall Kópavogsbúi og hef aldrei beðið spætur. Er það eitthvað til að skamma sig fyrir? Nei, ekki til að skamma sig fyrir. Það er eitthvað til að vera stoltur yfir. Já, en það er samt, sko. Fræblandir eru Kópavogi. Já, einmitt. Það var samt aldrei spreyja á blokkina mína, sko, neitt svona. Nei. Slagirði. Nei. Punkara. Það var eitthvað löng, Það var löng blokk, sko. Er það langa Kínamúrinn? Já. Kjarrhólmi. Ég bjó á endanum. Mjög leiðilegt að labba í skólan, sko, 6 ára. Far með fram blokkinu. Já. En hvað segir það? Við eiginlega mistum að, þannig að nú fáum við séns á það að heyra þetta á einni geislaplutu. Endur lifa þetta. Einmitt. Ætlið þið að næla ykkur í þessa geislaplutu? Já, ég held þannig að maður verður að gera það. Já. Þetta er frábær plata. 38 lög af snilld. Já. 78 mínútur, ekki rétt. Gjörsamlega algjörlega. Þetta er söguleg nauðsyn, sko. Já, söguleg nauð. Ef maður vil skoða söguna í samhengi, þá verður maður að eiga þessa. Strákar, þið er nú ekki komin hingað til að rekja ævisögu ykkar, nei. Þið eru komin hérna til þess að plugga einhverjum tónleikum, ekki satt? Já, það eru ekki fræblandir. Það eru ekki fræblandir? Ekki núna allavega. Það er hérna hljómsveitirnar Bag of Joys og Kolra Sakrúkriðandi. Hvenær og hvar? Á Ingólfstorgi klukkan 5. Ó já. Nó. Það er ekkert minna. Klukkan 5 í dag. Já. Er þetta ekki, hvernig er nú aðsóknin að þessu hjá ykkur? Gengur þetta ekki vel bara? Jú, þetta gengur mjög vel. Það var mjög slæmt veður seinasta föstudag og þá var þetta inni í hinu húsinu. Já. Og það var bara stútfullt, sko, fólki. Já. Þetta hefur alltaf verið alveg bara mjög mikið af fólki. Mjög mikið af fólki þarna úti. Já. Mjög nefnilega hansi gott. Þetta var nú í fyrra eitthvað líka. Já, þetta var fyrra sko inn í húsinu alltaf. Já, var það? Fyrra sumar? Já, nei, ekki fyrir saman, sko. Ekki á Ingólfstorgi, það var inn í húsinu. Já, er eitthvað svona punk-andi í Íslandinu? Við erum reyndar ekki alveg í punkinu núna, Jón, sko. Nei, við erum Kolra Sakrúkriðandi myndi nú seint kallast punk. Allavega ætti þetta að vera eitthvað svona sigurhúðað pop-punk eitthvað. Svona klass-punk. Nei, þetta er meira svona stelpupunk. Jam-punk. Stelpu, já. Það er ekki alveg, ég veit ekki, þetta er svona sigurhúðað. Stelpur er ekki alveg fyllt af þessar sem strákagerði. Nei. Hvaða dóna kjaftur er þetta? Nei, ég... Herru, já. En strákar, þá vitum við þetta. Já, það er vonandi að veðri haldist, þannig að þetta getur verið úti. Já, annars flyttir þetta bara aftur inn eins og ég, það gekk svo vel líka. En það er alla líkur á því að þetta Akkúrat. Verði punk veður í dag. Já, algjörlega. Við skulum þá heyra í fræflónum. Það er náttúrulega þátt og verið í sælunum. Punk on.